það urðu árekstrar milli mín og skaðamingandi hlutans á sínum tíma þegar að voru þessi krakkar sem voru í sprautuneyslu. Ég að leita, þarna var það úrræðið að taka fram fyrir hendurnar á foreldrar barnanna sem bera ábyrgð á börnunum og ekki það að þau voru ekki að skaffa þeim efni, heldur voru þau bara aðstoðuðu við neysluna með því að tryggja þau öruggt umhverfi og hérna rúllandi eiturlyfja bíl. Já, rúllandi, já, en ekki með eiturlyfin, heldur allt til þess að neyta þeirra. Þannig að það urðu alveg árekstrar þarna á milli okkar. En hver er staðan þín í dag á þessu? Frá 2022 er ég ekki með svona hóp sem að sæki þarna þjónustu. Þú veist, krakkandi mínir sem meðan þau eru undir 18 ára, frá því 2022 eru þau ekki að sækja í þessa þjónustu. Ég verði eiginlega skjótin inn hérna til þess að fá það skýrari mynd. Mátti eiturlyfja bílinn þjónusta börn? Þau sagðu við vitum ekki hvað eru gömul. Sama á eiturlyfjamenninni. Sama á eiturlyfjamenninni. Og þá þurfti ég náttúrulega að gera það sama. Ég þurfti bara að mæta með mynd og kennitölur og segja að þetta er barnið. Ég veit að hann er að koma til ykkar og fá þjónustu. Þannig að þetta er svakalegt og það er einhverju gekk svo langt að því að ég vissi að krakkar sem voru að sækja þjónustuna þeirra mundu. Ég sagði, viljið þið í alvöru að ég fara að elta bílinn ykkar þar sem að þið eruð að keyra á milli hverfa til þess að og hvaða áhrif mun það hafa á hinn hópinn ykkar. En þau bara fóru, við munum ekki láta þig vita, heldur við munum segja við barnið það er verið að leita þér og vissulega, þú veist, ef þau hafa áhyggjur af því að einstaklingurinn er á vondu stað, en þau gæta trúnaðar gagnvart sínum skjólstæðingum. Nú þurf ég að aftur skýra mynd. Þú sýndi þeim mynd af barni. Já. Þau segja þetta er barn, en þau segja samt sem áður við munum samt koma til með að aðstoða það og ekki láta það vita. Ég held að það hafi aldrei gengið svo langt að orða það þannig, sko. En það var í praktík þannig sem þetta gerist. Já. Það er sturlun. Já. En það er hugmyndafræði þessa skaðamingunar umhverfis og Rauða krossins af öllum stöðum er að vera, sko. En hvernig, sko, út af því að ég skil þetta, sko, og hugmyndin er í eðli sínu falleg, en ég skil ekki hvernig það getur verið lagalega hægt að þú ert með barn sem kemur með eiturlyf, það segir ég ætla að sprauta þessu í mig og þú segir á móti, já, ég ætla að aðstoða þig við það. Þau gátu reyndar alltaf sagt að barnið kæmi ekki, það væri að fá búnaðinn sem ég var svo að sjá þau með hjá öðrum. Þau gátu alltaf svona, sem að segja, skýlt sér á bak við það. Já, nei, þessi hefur aldrei komið. Þessi er ekkert að koma. Það er einhver annar sem er að koma og lætur hann svo hafa búnaðinn frá honum. Þannig að það var ekki þannig að ég væri að skyggja bílinn og fylgjast með því að barnið væri nákvæmlega að fara um borð. Þannig að ég hafi síðan kannski fengið upplýsingar að fá börnum og seinna með það fóru. En þetta er allavega, þetta er búið gagnvart mínu hópi og ég vonast til þess að þetta muni ekki gerast aftur í þá verð ég bara að fara aftur á sama stað og bara mæti ég, þetta er krakki með mynd á honum og kennitöluna og segja þetta er barn. Og bara hver er afstæða eitthvað til þess, ætlið þið að því þarna hafa voruð útskipti á þeim sem stýra þessu, það var nokkrir aðilar rúlaði í gegn, sko. Þeir hafa náttúrulega kvartaði við því að vera ekki að fá fjármagn til þess að reka bílinn og hafa svolítið verið dugleg að koma sér í fjölmiðla með því að reyna að standa fyrir söfnunum og annað, en ég einhvern veginn gekk út frá því að það var ekki börn sem voru að þiggja þjónustu. Mér finnst það einhvern veginn fara svolítið skakkt. Það muni heldur aldrei viðurkenna að börn sé að sækja þessi þjónustu. Nei, en ég myndi halda, sko, því að maður hefði haldið að þetta væri, sko, Rauði krossinn, bíllinn í einhvers konar samspili við lögreglu að vilja takast á við vandann. En er það þannig að þau eru ekki í samstarfi við okkur með þessa sína skjólstæðingar, sko.
En myndirðu þá, sko, svo við hendum í eina hérna fyrirsögn, myndirðu segja þá að Rauði krossinn vinni í andstöðu við lögregluna í þessum efnum? Ef þú kemur með hreinskilið svar. Gerði það